Komið sæl og verið velkomin í einhvers konar stöðumat. Ég heiti Oddný Eir og til minni komin fyrrverandi þingmaður Pírata, engin annar en Björn Leví Gunnarsson. Velkomin. Engin annar. Já, þú ert nú alveg þjóðþekktur fyrir svona að horfa öðruvísi á hlutina kannski, og ég held að margir sakniðinn úr stjórnarandstöðu og bara af þingi hefðu kannski vilja freka fá þig í meirihlutann. Sko, þú ert ekki alveg að baki dottinn í einhvers konar aðhaldi eða stjórnarandstöðu, því að þú skrifar reglulega í blöðin svona, og á Facebook svona athugasemdir, og það er mjög gagnrýnið. Mér langaði eiginlega bara til að biðja þig svona, þú ert eins og öldungur sem lítur yfir sviði núna eftir þína reynslu sem þingmaður. Hvort þú getur kannski bara, hvernig líst þér á ástandið? Þú hefur verið að tala um flugvöllin, þú hefur verið að tala um vaxtamálin. Hvað er það svona helst sem að þú hugsa með þér, ég vildi þarna núna, þessu þarf að breyta? Það er rosalega margt sem að þarf að svona huga að, passa upp á svona aðhald gagnvart. Man náttúrulega hættir ekki að hafa skoðanir þó maður hætti á þingi, en kannski frjálslegra núna. Fólk sér kannski ekki alveg sömu svona kannski hagsmuni og voru á baki þess að vera meðurinn í ákveðið vald. Þó maður væri bara í stjórnarandstöðu, þá var maður samt á þingi í ákveðinu valdshlutverki þegar allt komið til alls. Og staðan einhvern veginn í heiminum er dálítið litast dálítið af þessu, af valdi og valdnotkun bara út allt. Og einhvern veginn hversu léleg við erum í því að greina hvort það sé að fara vel með vald eða illa með vald. Og það sem að ég allavega reyndi alltaf að gera þegar það kom upp einhvers konar spurning eða ásökun eða fullyrðing eða eitthvað svoleiðis, að þá fór ég að reyna að skoða dálítið rökin og gögnin til þess að geta svarað í hvort þetta væri raun og veru rétt. Þá skipti mig engu máli hvort að hver var með fullyrðinguna eða rökin eða neitt svoleiðis. Ef það var spurning það hvort það væri verið að fara og forsi með COVID, þá spurði ég þeirra spurningar. Það er verið að fara illa með skattfé almennings þegar að þingmaður eru að keyra út landshornana á milli. Þá spyr ég það. Ég er ekkert að svona skafa af því í rauninni, það þarf bara að spyrja hvernig þetta virkar. Og það er oft ekkert rosalega vinsælt. Man eftir einhvern tímann þá hringt í mig og ég svaraði símanum og ásakaður að vera einhvern veginn lögga þingsins. Það var annar þingmaður sem var verulega óánægður með að allt í einu væri þessar upplýsingar aksturskostnað þingmanna opinberar. Fannst það vera alveg ómögulegt. Mér finnst það ekki. Og það sem kannski stuðaði manni marga fyrst þegar að þú byrjar að gera svona athugasemdir eða sitja svona eins og hundingin setur upp svona fingurinn og spyrð. Það virtist oft vera mjög sakleysislegar spurningar og það kannski byrjaði að pirra fólk að þessar sakleysislegu spurningar reyndust síðan afhjúpa kannski eitthvað miklu stærra samhengi og þannig að þitt sjónarhorn var oft svolítið sérstakt. Fyrirmyndin mín þarna er bara strákurinn í nýju fötum keisarans. Mér fannst það vera æðislegt svona ævintýri. Mér fannst einhvern veginn svona í mínum rótum bara að stíga í það hlutverk. Þegar það er eitthvað sem er augljóslega undarlegt, af hverju má þá ekki spyrja það. En það sem kannski frekar reykist á er að það er ekkert rosalega vinsælt að spyrja þeirra spurninga. Fólk fagnar ekki þeim spurningum og sístu öllu svörunum við því, heldur sussar frekar á. Af því að ég veit ekki af hverju. Er ekki bæði kannski vegna þess að sumir vita að þetta er hættulegt og mögulega getur afhjúpað nekt keisarans? Jú, en yfirleitt bara fyrir þann sem spyr, ekki fyrir aðra.
Já, en sko ekki líka margir sem hafa sagt við þig að þetta væri óþarfa spurningar og þetta skiptir ykkur máli og þú væri að tefja og þetta væri svona eins og heimspekilegar vangaveltur þú veist, meðan að væri raunverulega verið að gera eitthvað sem skiptir máli og þú væri alltaf einhvern veginn til hliðar við það. Já, það gott dæmi svoleiðis spurningu þegar það er að vera að bauna mig að ég hef ekki vitað hvað höfuðborg Íslands héti. Ég var með spurningu það en það var svona tvískipt spurning þetta átti að vera í einni spurningu en hún skiptist yfir í 2 spurningar þannig að það var pínu samingisleysi í þeim það sem ég er að spyrja í rauninni bara hvert heiti sem sagt Akureyrar kaupstaðar Reykjavíkur borgar og svo framvegis hvert sagt, heiti höfuðborgar Íslands svona. En hinn hlutin af þeirri spurningu hvernig fæðingarstaður barna skráður þannig að einhver sem að fæðist í Grímsey hvar skráður fæðingarstaður viðkomandi og það ekki Akureyrar kaupstaður þannig að Akureyri skráði fætt í Reykjavík, ekki Reykjavíkur borg sko, og einhverjum finnst þetta kannski óþarfa smá munir en það skiptir alveg máli að hafa þetta rétt og í kjölfarið á þessu rauninni þá var ég með þingmál sem að snýrist líka það að sko, fyrsta lögheimili í rauninni barna væri kannski frekar skráð heldur en endilega sveitarfélaga af því að fólk ferðast rosalega mikið til höfuðborgarinnar til þess að fæða. Okkur eru þá fæðingarstaður svo óheppilega til sem að við erum með heilbrigðiskerfið eins og það virkar alltaf allir fæðist í Reykjavík. Hversu upplýsandi það í rauninni fyrir svona sögulega svona yfirferð á því hvaðan fólk þegar fyrir að skoða það. Og þá skiptir máli að þessi orð séu rétt skráð. En hvað færið þið til að spyrja slíkar spurninga? Er það bara formsatriða sem að þú verður var við einhverju ósamræmi eða formsatriði sem ekki gengur upp eða svoleiðis, eða sérðu líka stóra samhengið að þetta skiptir máli? Þetta skiptir máli upp á svona samhengið skiptir alltaf máli. Og þarna möguleiki á ákveðnum bara villum í kjölfarið hvort það sé eftir 50 ára eða 100 ára eða hvernig það verður bara framtíðar kaos sem hversu smátt sem þetta getur verið þá getur það búið til ákveðið svona framtíðar kaos og alltaf líka í kosningadæminu þegar að kosningaklúðrið var þarna í Borgarnesi og þá varst þú nú svona í kannski fararbróti að fylgja því eftir að þetta yrði rannsakað og yrði komið í veg fyrir þetta hvernig fannst þér síðan ganga síðan var eitthvað klúður núna daginn hann í nóvember Þetta var ekki verra klúður Já, það var eitthvað, því var ekki beint svona fyllt eftir eða hvað Nei, það bara heyrist alltaf múkki yfir því svo Helga Vala skrifaði góða færslu það, góða grein gert athugasemdir það en hélt aðeins að mér höndunum til þess að sjá í rauninni hvað annað myndi koma en það einhvern veginn gríðarlega alvarlegir misbrestir sem að geta breytt niðurstöðum kosninga og samkvæmt lögum að það ógildir kosningu og samt ekkert gert í því og þetta svona grundvallar atriði í því sem að munar á milli þeirra sem að ráða, þeirra sem hafa völd og þeirra sem hafa ekki völd að lögin oft virka ekki á þá sem hafa völd af því að einhvern veginn geta látið bara hunsað bara hvað lagabókstafurinn þýðir og það svona tilhneiging eða ásýnd þess sem að fólk kannski sér að það sé einhver stigskipting í landinu. Þá hægt að koma með ásakaður elitisma og þess háttar af því að maður sér það í reynd að það sé að gerast. Að sumir sleppa við rannsókn þegar að rannsókn tvímælalaust augljós óháð því hvort að eitthvað verður síðan úr því að það var kannski bara heitarleg mistök sem að eru síðan ekki lögbrot leita einhvern veginn öðru út heldur en að var síðan í alvörun einhver öðru heldur en að leita út og ýmslega svoleiðis þá á viðkomandi ekki að sleppa við rannsókn að leyfa þess að lýðræðinu að njóta vafans eða þannig og leyfa Já, það þetta kjarnin í sem sagt svona þessu hvað átt að kalla hvað pólitíska svona bakklórið einhvern veginn að
ábyrgðin raungerist aldrei af því að næsta ríkisstjórn tekur við sleppir algjörlega í rauninni fyrri ríkisstjórn við ábyrgð á öllu sem að misfórst að þá einhvern veginn náttúrulega bara ætlast til þess að næsta gerist, það sama gerist næst og þegar að fólk sem að með völd sleppur við ábyrgð, bara lagalega ábyrgð, allavega það að rannsóknin sé framkvæmd þá veldur það því að fólk fer að haga sér enn svona ýktar. Við erum komin út í til dæmis ítrustu öfgar hvað það var til þess í Bandaríkjunum. Það svona ítrustu öfgar þess sem hægt að fara í rauninni með það vald án þess að þurfa að svara fyrir aðgerðir. Það búið að gefa einhverstaðar leyfi með fordæmi fyrir valdníðslu og kæruleysi með reglurnar og lögreglur eiginlega. Já, og þetta í stærra samhengi sem sagt samfélagslegt vandamál. Mjög gott dæmi þetta hvernig var farið með útlendingalögin núna nýlega. Þar sem að var verið að breyta þeim á þann hátt að fólki var hent út á götuna. Og ef þú gengið samfélagið fyrir þetta og spurt fólk út á götu, viltu að fólki verið hent út á götuna? Þá hefði fólk bara sagt nei, auðvitað ekki, að sjálfsögðu ekki. En einhverjir hefðu bara logið í. Það að segja, í alvörinu fundist að það ætti að henda fólk út á götuna, en vitað að það væri óásættanlegt svar. Og þar alveg svarað óheiðarlega, auðvitað ekki. Því við vitað að þetta var ekki góð, þetta var ósiðlegt, ekki góð skoðun. En leið og valdamenn fá að segja þetta, fara að segja þetta, samþykkja lögurinn það að það sé bara í lagi að henda fólk út á götu, að þá allt í einu fá allir aðrir sama leyfi. Ef að þau mega þetta, af hverju megum við það ekki? Og þannig svona ívist upp í rauninni, þá færum við þennan siðferðislega þröskuld. Og þessi siðferðislegi þröskuldur allt í einu orðin þannig núna að það bara virðist verið í fínu lagi að fólk geti básunað að sumir, að maður megi bara henda sumum út á götuna. Þá man maður eftir þessu góðu vísu það sem að fyrst komuður hvað eftir sósíalistum og svo komuður eftir gyðingum og svo þegar það voru búin að ná öllum að þá komuður eftir mér og þá var enginn til þess að verja mig. Og þetta eru þessir bitar af svona samfélagssáttmálanum, þessum óskráða kannski samfélagssáttmála sem að við erum í ákveðni baráttu núna út af því hvernig búið að vera að fara með vald á undanförnum árum á mörgum stöðum. Og þá þurfum við að líka átta okkur af því að það er ekki heilagur í þessu að sem sagt mannréttinda baráttan sem slík fyrir málefni trans til dæmis eða málefni útlendinga sem búin að vera svona kannski helstu ástæðningsefnin undanfærið, að hún ekkert heilög heldur. Það eru alveg aðilar sem koma inn í þá baráttu ekkert á sömu forsendum þess að verja þeirra réttindi, heldur henni bara að fá að stunda sinn fasisma sem slíkt. Fasismin finnst út alltaf stjórnlyndi, það að ákveða hvernig aðrir eiga að haga sér eitthvað sem er hjá okkur öllum, hvort sem eru vinstri eða hægri eða jafnvel innan frjálslyndisafla og svo framvegis, það sem að sumt á að vera frjálslyndi en aðrir með ekki fá þetta frjálslyndi. Þannig að við erum rosalega týnd í þessari umræðu. Það eru gríðarlega miklar ásakanir í gangi fylkinga á milli í þessu, þar sem að inn á milli þar eru þessir litlu fasistar að fela sig og eru að vinna umræðina. Samanber bara hvert við erum komin með Bandaríkin og mörgum stöðum annars staðar í Evrópu. Ég var einmitt að hugsa hvort þú myndir nota orðið fasisti að því að eins og við höfum rætt hérna svolítið við rauðaborði stundum þetta var svona búið að vera kannski síðust ár svona meira eins og skammarirði kannski mörguleiti ónákvæm orðanotkun en núna virðist hún vera einmitt bara því miður er hægt að tala fasisma af nokkru nákvæmni svoleiðis vegna þess að kannski einmitt
út frá þess sem þú ert að segja, hvernig farið með vald, sko. Er það ekki svona ákveðið skilgreining á fasisma? Það er auðkenningin, þar sjáum við hvort að fólk meinar raunni það sem það segir eða ekki. Við erum með fullt af fólki sem að sko fór fram fyrir sósíalismanum en reyndu síðan bara að vera nasistar, ekki sósíalistar. En þann dag í dag er því skotið á sósíalista að þeir séu nú nasistar af því að Hitler hafa nú verið sósíalisti. Nei, hann var það aldrei. Hann þóttist bara að vera það. Og það er fullt af sko kapitalistum sem eru á sama stað. Þeir eru ekki kapitalistar, þeir eru bara einokunarsinnar og oligarkar og ýmislegt svoleiðis. Og sósíalismin, hann er alveg jafn slæmur hvað það varðar. Hann gaggrínir kapitalismin út frá þessum mönnum og segir að það sem að þeir eru að gera séu kapitalismin sem er bara rangt líka. Þannig að við erum rosalega upptekin af því að ásaka rangt fólk fyrir ranga merkimiða. En þess vegna einmitt fasismi hefur orðið svolítið þannig að það er allir kannski ásaka alla að vera sko fasistar, jafnvel nasistar eða þannig. En hvernig myndir þú þá eins og skilgreina bara svona fyrir hlustendur og áhorfendur, þú veist, hvenær er réttlætanlegt að þínum að segja einhver sé fasisti, segjum? Það eru þó nokkur einkenni sem að passa við þá hugmyndafræði. Það er ágætis leiðbeiningarbæklingur það í sem sagt í rauninni bara það ákveð sögusafn fasisma í New York meira að segja. Það hangir svona blöðungur með einhverjum 10-11 einkennum fasisma. Það þegar verið að ráðast á frjálsa fjölmiðlun til dæmis og þú veist, þetta eru bara atriði sem að fólk hægt að kynna sér. Þegar það eru vísbendingar það að fólk sé að uppfylla eitthvað af þessum atriðum, þá eigum við að segja fyrirgefðu, er þetta sniðugt. En það ekki einmitt líka það þýðir ekki að viðkomandi sé orðin sko fasisti, því að veist, þetta er rosalega eðlislegt í okkur mannverunni að svona gagnrýna að fara kannski aðeins of langt og svo framvegis. En við ættum að kunna taka gagnrýni, þú veist, þegar einhver fer og ræðist gegn frjálsri fjölmiðlun sem hefur verið gert núna í núverandi ríkisstjórn maður að segja, þá ættum við að geta sagt fyrirgefðu, þetta er í þessa átt. Og fólk getur sagt, já það er rétt, ég meinti þetta ekki svona, ég byrst afsökunar af því, meinti þetta einhvern veginn öðru sig og útskýrt það. En í staðin fyrir það þá bara er fólk að grafa sig dýpra og dýpra í skotgrafinnar. Og fer í meiri hörku í staðin fyrir að viðkenna já, þetta er alveg, þú veist, þetta er rétt ábending. En sem sagt, á sjálfsögðu ekki það sem ég meinti. Við erum að fara með þessu, erum við að fara í allræðisátt, erum við að fara frá lýðræðislegu fyrirkomulagi með þessari lagasetningu eða þessari notkun eða misnotkun valdsins, þá er verið að nota valdið á fasískan hátt, sem sagt í réttlætingu á því að bara þú megi nota valdið en ekki hinir, bara megi gagnrýna hina en ekki þig, eitthvað svona. Eins og þú segir, þetta getur einmitt komið fram í smáatriðum. Það er að segja, það er dálítið erfitt að kannski bara hrópa og segja þetta eru fasistar eða hérna eru við bara ekki lengur lýðræðisríki, og þá er kannski svolítið merkilegt að það þarf stundum að fara ofan í saumana á ákveðnum lagasetningum þótt að ég vel sé einhver, ég veit ekki, kannski er ekkert verið að fara eftir lögunum, þannig að þetta er eitthvað svona almenn hegður eins og þú segir, en þú allan hefur reynt, þín leið hefur svolítið verið að fara ofan í saumana eða grípa eitthvað svona atrið, er það ekki? Jú, það sem er rosalega nauðsynlegt við gagnrýni líka er að gagnrýnin sé útskýrð. Það er ekki nóg bara að gagnrýna, það verður að rökstyðja af hverju ég er að segja að þetta sé fasismi. Það er út af því að þetta uppfyllir 3-4 skilyrði af þessum lista sem við talað sem enginni þess að séu fasismi. Þess vegna segi ég þetta sé fasismi. Hvernig ætlar að svara því? Ég er ekki ásakaði að vera fasisti, ég er að segja að þetta uppfyllir ákveðin skilyrði. Og við held ég eigum í rosalega miklum erfiðleikum með alhæfingar í tungumálinu. Alhæfingar eru tvennskonar, kannski það eru svona almennar alhæfingar og bara starffræðilegar alhæfingar. Þegar ég segi, þú veist, þú ert fasisti eða eitthvað þvíumlíkt, þá er ég að segja, hvort er ég að segja á almennan hátt eða starffræðilegan hátt.
yfirleitt meinum við í almennu tungumáli á almennan hátt. Það að segja, þegar við segjum allir hvítir karlmenn eru vandi þessa samfélags, þá meinum við í alvörunni ekki bókstaflega allir hver einn og einasti hvítur karlmaður sem sé vandamálið. Heldur stereotýpa þess sem að þessi miðaldra hvíti karlmaður er vandamálið. Alltaf þegar við finnum eitthvað vandamál í samfélaginu, þá virðist einhver hvítur miðaldra karlmaður að vera bak við það. Þá getum við sagt í alhæfingunni, málfræðilega, svona almenna alhæfingunni, að það séu vandamáli séu meðaldra hvítir karlmenn. En myndir ekki segja þá, ef þú lítur yfir sviðið og stöðuna núna og þú ert ekki á þingi, sko, er ekki svolítið erfitt er ekki ykkur vandi í umræðinu sjálfri einmitt, ef við eigum erfitt með, sko, því það eins og þú segir, það eru miklar alhæfingar, alhæfingar eru ekki útskýrt, það einhver svona grundvallar það er náttúrulega fullt af breytingum í gangi, einmitt eins og þú segir, smátt og smátt kannski hefur orðið til einhvers konar leyfi til að misnota vald og við áttum okkur ekki á því einhvern veginn hvernig og við vitum ekki hvernig við erum að gagnrýna það og fólk prófar að ásaka og síðan kemur þá raunverulega einhver vörn og missir marks og er það þín upplifun að þetta bara eiginlega við náum ekki að vinna úr svona okkur helstu bara vandamálum? Algjörlega þannig. Þetta var það sem ég var að gefast upp á í pólitíkinni. Ég var bara, ég var að klukka sjálf mig út, sjálfur, svo kom að skyndi kosningar og bara hlutir fara eins og þeir fara, En ég var að gefast upp í rauninni á þessum, óheiðarleika í pólitíkinni. Á þessari morfíspólitík, eins og kannski ég hef kallað hana. Að þetta er bara samkeppni það hver ásýnd umræðunar er. Tekst mér að koma frá mér einhverjum rökum, einhverjum fullyrðingum og svo framvegis sem fólk skynjar að sé rétt óháð því hvort hún sé rétt eða ekki. Og þegar þú segir morfís, þá er þetta ræðukeppni framhaldsskólan, þetta er bara þessi svona sniðuga að þú kemur með eitthvað svona nýtt í lok ræðunar og sem að fjölmiðlar geta tekið upp og það verður það fyrirsögn. Já, og þú færið út í allar rökvillunar, persónuárásir og hvaðina, bara svo lengi sem að gott dæmi þetta, og ég hef ekki hort á það en ég hef séð umræðunar, umræðurnar, stefnuræðunar á þingi. Að þar er ein ræða sögð vera best, ég hef ekki hugmynd hvort það sé best eða ekki og ég ætla að giska á hann sé það ekki þegar allt kemur til alls. Og ástæðan fyrir því er að það er munur á því hvort að ræðan sé góð flutningslega séð og innihaldslega séð. Og ég ætla að giska á í þessu tilviki bara, á þess að það var síðan bara eftir að séð umfylluna, hún hefur verið rosalega góð flutningslega séð og hefur alveg tjekka upp á það að það sé besta ræðan flutningslega séð. Og ég ætla á sama tíma að segja að þetta hefur örugglega ekki verið besta ræðan innihaldslega séð. Upp á það hvort þetta sé uppbyggjandi umræða til þess að ná góðri niðurstöðu fyrir samfélagið í nokkru máli. Viltu nokkuð segja okkur hvað þetta er sem er að tala um? Já, það var Jóhann Páll. Jóhann Páll er sagður hafa verið bestu ræðina. Og ég trúi því alveg hann var mjög góður ræðumar, flutningslega séð, en það var í morfís, þetta er sem bestu veit. En innihaldslega séð, það sem hefur verið að ásaka fólk lígar fram og tilbaka þegar að, alveg rétt, en þurfti þess, hjálpaði það einhverju, skilur við? Hvaða innihald skiptir okkur málið þegar allt kemur til alls? Og það var alltaf það sem ég reyndi að draga fram var innihaldið í og ég hélt það kannski innfeldni minni að ef ég næði einmitt að draga innihaldið inn í umræðina og það var það sem ég reyndi alltaf að þá væri ekki hægt að afneita því sem að bara væri fyrir framan okkur, tölunum sem væru þar, staðrindunum að það væri verið að aka fyrir þetta mikinn pening eða hvernig sem það væri. En það var bara einhvern veginn samtækt. Þannig að þú kemur hann inn sem drengurinn í ævintýrinu Nýju fötin keisarans og þú bendir á að keisarinn er ekki í neinu fötum eða stundum hann sé ekki í neinu sokk eða hann sé ekki í neinu skó eða svona byrjar á einhverju og það er bara ekkert gert með það, það bara skiptir einhvern veginn ekki máli, það samt bara heldur áfram leikurinn. Já, þetta er nákvæmlega leikurinn, þetta er nefnilega leikurinn að svo rosalega miklu leyti og það er rosalega mikilvægt að fólk skilji það að
langflestir þarna inni á þingi meina vel, reyna vel, gera vel, alls konar. Og í vel flestum málum þá bara gengur það. Af því að það er ekki mál sem skipta í rauninni neinu. Þetta er eitthvað sem allir eru sammála hvort þið og svo framvegis. En leið og það koma einhver átakamál. Hugmyndafræðileg átakamál. Þá skiptir engu máli hvað er rétt og satt. Þá eru dregin öll rök fram til þess að hjálpa þínu málflutningi gagnvart almenningi. Ásýnd þess, þú ert bara í keppni það hver hefur rétt fyrir sér. Þetta spila kannski oft inn í það sem ég hef sagt, sko líkingin á því að þegar við horfum á einhverja tvo deila, kannski í einhverjum sjónvarpsþætti eða eitthvað svoleiðis, að þá er það rosalega gjarnt hjá okkur að halda að annar í rifrildunni hafi unnið, sem að sá sem stóð sig einhvern veginn betur, sá sem flutti ræðinu sína betur. En er þetta eitthvað eins og Þröstur Ólafsson talar sko, er ekki tala identity-pólitík, sko ekki sem prinsip-pólitík, þetta er ekki svoleiðis? Nei, ekki alveg þannig, nei. Það er annar kapítul fyrir sig. Þetta er bara kjarnin í því að þú veist, sá sem að hljómar meira sannfærandi sé að fara með rétt mál. Já. Það er bara rangt. Það er ekki góð og rétt niðurstaða af því sem er verið að horfa á. Þetta er alltaf bara Sókrates staðan er að bara því að annar málflutningurinn hafði lélegan ræðumann, það þýðir ekki að hann hafi haft rangt fyrir sér. Staðan er að báðir geta haft rangt fyrir sér. Staðan er að báðir geta haft rétt fyrir sér meira þess að líka. Og það gleymist oft í þessu svona hanati oft sem þetta er. En svo er engin dómari, það er ekki eins og forseti Alþingi síðan með hamari sinn eitthvað, það er engin að segja, er það ekki líka það? Hvað er tíminn til þess að ganga úr skuggum eða hvort þetta er eitthvað satt og rétt sem er sagt í þessari glæsilegu ræðu? Er það almenningur sem er þessi kviðdómur sem á að... Þar áttu við að mögulega hafa fjölmiðla. Já. Og það var það sem klikkaði. Það er alltaf það sem hefur verið að klikka. Þeir eru bara orðnar málpípur ýmis konar svona hagsmuna. Miklu leyti í bara öllum heiminum, ekki endilega hérna bara á Íslandi, sko. Samfélagsmiðlar eru það líka og þú veist, þetta er... Þannig að við erum dálítið á dálítið slæmum stað hvað þetta varðar. Það var reynt að koma með svona fact-checking. Það var náttúrulega bara misnota líka, þú veist, hvaða séns eigum við þá? Og ef við skoðum bara rannsóknirnar í þessu, af því það er það sem ég gerir, ég er að draga inn, sko, þú veist, hvar eru upplýsingarnir þetta? Ef við skoðum rannsóknirnar þetta, þá eru þær niðurstöður bara verulega slæmar fyrir okkur. Þar sýna okkur að, það er náttúrulega Dunning-Kruger áhrifin, að fólk sem að er ekkert endilega hæft í umræðu eða veist, ákveðið málefni ofmetur þekkingu sína í því málefni. Það sýnir okkur að fólk sem er almennt séð mjög hæft í að skoða tölur verður allt í nú rosalega lélegt í að skoða tölur þegar það stangast á við hugmyndafræði þeirra. Og fleira álíka að... Hvað með háskólasamfélag, þú talar fjölmiðluna, nú ert að vísa í ákveðna svona einhverjir sem eru hæfari að lesa úr upplýsingum og þannig, það ætti að vera kannski vísindasamfélagið eða fræðasamfélagið eða háskólasamfélagið. Meðal annars. Rannsókna lífið og það hefur kannski allavega í skýrslu þarna eftir hrunið, þá kom kannski eins og Hagfræðistofnun og viðskiptadeildin og svona, höfðu nú kannski Þú aldrei klikkað á því að allavega vera á einhverjum verði eða má ekki líka... Ég skil það raunin bara mjög vel því að leið og þau segja múkk að þá ræðstýrildvaldið á þau ef það fer gegn í raunin hagsmunum valdsins. Það er það sem að fjölmiðlar eru dálítið lendi líka náttúrulega að sko ef þeir gagnrýna ráðuneytisstjórnvöld þá bara er verið að hóta að kippa af þeim fjármunum. Það er ekki hjálplegt. Þannig að þú upplifir þegar núna lítur tilbaka eða bara og lítur núna að það er við líði alveg sama hvaða flokkar komast til valda, það er búið að gefa einhvers konar fordæmi, skotleyfi á valdbeitingu. Já. Það er það sem að íslensk stjórnvöld mega leyfa sér valdbeitingu eða hvað? Af því að þegar að það var farið fyrst yfir strikið þá var ekkert gert í því og þá getur næsti farið
aðeins lengri yfir strikið og svo framvegis og ef það á ekki ef það á að refsa þeim sem fer yfir strikið núna þá verður það að spyrja spurningina okkur var ekki öllum hinum refsað þá líka fyrir að hafa farið yfir strikið. Og eins og þú segir líka, þetta er svolítið svona eins og þú lýstir aðeins eins og fyrirtæki þetta með kennitöluflakkið eða þannig að þegar stjórnmálaflokkar fara frá völdum Já. þá ekkert sem eltir, það ekkert raunverulega sem gefur heimild til þess að elta menn uppi eða einstaka ráðamenn uppi. Jú, við erum með landsdóm og svo framvegis sem að eru með slæma reynslu að beita ekki af því að niðurstaðan sem að fékkst í því landsdómsmáli sem hefur verið flutt var slæm það var bara, ég held að enginn geti kvartaður yfir þeirri niðurstöðu, gæðalega séð hvernig var farið með það hverjir fóru fyrir landsdóm var það sem var ömurlegt gjörsamlega ömurlegt og meira segja fyrir þau sem að sluppu við að fara fyrir landsdóm það var ömurlegt fyrir þau af því að þau fengur ekki kannski þá uppreist æru sem að þau málaferli hefðu veitt þeim þá sýknu eða sagt hvernig sem það ferið en það það sem þú vilt stundum líka við fá við þá rannsókn þegar hún heiðarleg sem að við höfum alveg í ýmsum tilvikum efni til þess að efast líka við höfum séð landsréttarmálið, við höfum séð hvernig var farið með blaðamenn á Norðausturlandi út af samherjamálinu og svo framvegis. Það líka verið að misnota rannsóknar tækið í einhverjum tilfellum og þá skilur maður alveg að fólk og þá sérstaklega valdafólk treysti sér ekki í að fara í rannsóknarferli af því að það þið pólitískt misnotað og þar alveg sleppa þau og nýta vald sitt til þess að sleppa að fara í það. Hvað finnst þér stöðu Brynjars Níelssonar sem dómara? Bara persónulega þá finnst mér það ekki góð skipun. Nei. Já, ég kom með dæmi það á einhverju færslu bara starf þingmanna og dómar svipað á nokkurn nátt. Þetta er sjálfstætt starf alveg gríðarlega sjálfstætt starf þingmenn eru bundnir sinni sannfæringu bara samkvæmt stjórnarskrá þá ekki hægt að setja neina reglur það hvernig þingmenn haga sér og hvað þeir gera og svo framvegis þeir eru bara bundnir sinni sannfæringu og á sama hátt eru sem sagt dómarar bundnir í því að bara fara til lögum og þar erum við með mjög strangan ramma utan það hvernig hlutir virka og það ekki þetta að fara út fyrir lagaramann við þurfum að vera ströng á honum leið og við gefum okkur einhverjar svona línur á lagaramann sem eru daufar og eiga stundum við og stundum ekki við þá erum við búin að brjóta á svona jafnræði þannig að þegar að við leitum eftir fólki til þess að passa upp á þennan ramma að þá viljum við að sé samkvæmt sjálfu sér að hafi ákveðna sannfæringu fyrir því að það geti tekið ákvörðun sama hvaða þrýstingi þau verða fyrir því að dómarar verða tímalaust fyrir þrýstingi í smáræði þannig að og þingmenn alltaf og þingmenn líka tímalaust en þeir eiga sinni sannfæringu og lögum alltaf, þingmenn líka lögum bara eins og allir landsmenn og svoleiðis en þú veist, þingmenn eru að semja lög og eru að taka ákvörðun það hvort að lög eigi að verða svona eða hinsegin eða þess að og þar kemur sannfæringin kannski aðeins út í þannig að veist, þegar við finnum fólk sem að bara eins og ég vitnaði í gleipir æluna og fer gegn sannfæringu sinni mér finnst það ekki rosalega traustvekjandi fyrir einhvern sem á að dæma það hvort að það megi fara út fyrir lagaramann eða ekki. Það bara mín persónulega skoðun. En hvernig myndur þú segja með Brynjar að hann fari gegn sannfæringu? Getur ekki sagt að hans sannfæring sé bara raunverulega svolítið hvað það, ókonsekvent hann sé stundum ósamkvæmur sjálfu sér en hann sé í hvert skipti mjög sannfærður? Við erum það öll í rauninni við skulum ekkert plata okkur með það að við séum öll alveg strangheiðarleg og óbreytanleg og alls konar svoleiðis einu rökin sem ég dreg fram í þessu bara þetta að fólk sem að
opinberlega viðurkennir það að hafa ákveðin mörk en stígur samt yfir þau í ákveðnum tilfellum út á ákveðnum hagsmunum það ekki eiginleiki sem ég leitast til gagnvart einhverjum sem ætlar að fylgja sannfæringu sinni eða fylgja lagaramannum. Það bara mín persónulega skoðun. Þú veist, þannig að ef kannski... ég segi, þú veist, þetta mín sannfæring og svo kemur á daginn að ég ger eitthvað annað, þá ég upp í þessar hræstni og ef ég myndi sko breyta skoðun minni þá myndi ég frekar tala það áður en ég myndi því að það geta alltaf breyst aðstæður, auðvitað. Nei, en ég hugsa bara því að ég held að mörgum hafi dálítið blöskrað að sjá þessa skipan og þetta nú ekki eina málið svona sem að mann finnst skringilegt, en það eins og líka samt okkur vanti. Þess landsréttar tótið verra, sko. Já, það eins og okkur vanti svolítið svona tungutakið eða ég veit ekki, fordæmið til þess að gagnrýna það. Við veitum ekki alveg á hvaða forsendum við eigum að gagnrýna það og að því einhvern veginn að minnst þar umræðan vera komin svolítið í vanda sko. Já, við fáum oft á okkur líka að á mótið spurt hvað viltu gera í staðinn sko, þú veist, þú gagnrýnir þetta, hvernig hefði þetta átt að vera og svo frá eins. Það ekki oft alveg sanngjarnt. Maður á að geta gagnrýnt á þess að segja hvernig hlutirnir eiga að vera í staðinn. Maður á að geta sagt þetta vandamál, ég veit ekki hvernig á að lesa það, en getur við verið sammála þetta sé vandamál. Því að sko, þó að við breytum ekki neinu, en vitum að eitthvað vandamál, að þá þýðir það að við getum komið í veg fyrir að eitthvað mál í framtíðinni lendi innan þess að vera vandamál þegar það kemur upp. Með sölu bankana til dæmis, við vitum að það verður vandamál eða hagsmunaárekstur, þannig að við, þú veist, það inn í regluverkinu og ýmislegt svoleiðis, en það getur samt gerst. Svo gerðist það og hvað gerðu þið? Ekki neitt. Það náttúrulega sama þetta með keisarinn nakin, það ekki skilgreint sem vandamál, þá það bara, hvað má hann ekki vera ekki lægi að sé bara fatalaus, þú veist, það einhvern veginn ekki, það þessi raunverulega fína lægi, bara ekki þykjast að vera þú veist, klæddur, skilur við. Það það sem sko, en það komin, ég meina það það sem kannski ósvífnin og líka eins og í Bandaríkjunum, það meiri segir orðið leyfilegt eða þykir ég bara sniðugt að ljúga, sko. Veist, það bara ekki eins og einhvern veginn alternative truth. Já, þannig að og þar með náttúrulega missum við svolítið mikið þú bendir á það en það öllum sama, þú veist. Já, sko, ég held til dæmis að gagnrýnin á Trump og það sem að vera að gera varðandi sko ríkisreksturinn sé algjörum villigötum að demókratar sem eru að koma að gagnrýna hvað hann að gera með því að rífa upp alls konar ríkisstofnanir og svo framvegis. Það eitthvað sem að fólki sem kaus Trump vill að gerist. En vandinn að sko, það orðið það langt leitt í því að því sama hvernig það gert. Og þá komum við bara í Machiavelli, sko, þú veist, tilgangurinn helga meðali sem og verður alltaf ósatt. Það má ekki verða þannig. Það kannski það sem við þurfum alltaf að passa upp á hvað mest einmitt að tilgangurinn helgi ekki meðalið. Þú prinsipmaður og margir bara fegnir sem þurftu að kljást við því bara, gott að hans sé farin þá þurfum við ekki alltaf að vera hugsa með þessi prinsip, heldur bara að getum Ég fekk þá spurningu í kappræðum fyrir kosningarnar, ekki núna síðast þar áður. Þá var einhvern veginn svona ásökunar tón einhvern veginn, nú hafið þið Píratar mikið prinsipfólk að það getur enginn unnið með ykkur og ég klóra mig rosalega mikið í hausnum eftir þetta því að sko, þetta hringir alveg rétt bjöllum sko, þetta hljómar rétt þetta alveg tilfinningin sem við fengum líka samstarf við aðra að fólk var ekki tilbúið til þess að vinna með okkur af því að við myndum standa á prinsum okkar, við myndum standa á gildum okkar og mér finnst það ótrúlegt því að hvað annað pólitík en einmitt varsla ákveðin gildi og það að prinsipur okkar voru einhvern veginn allt of ströngið, allt of íkt, allt of brjáluð eða eitthvað slegis bara þegar að nánar skoðað, nei, auðvitað ekki berumst fyrir mannréttindum þau ætti að vera sjálfsögð einhverja hluta vegna þau ekki upplýsingafrelsi, tjáningafrelsi og þú veist þessum svona grundvallar atriðum sem að eiga þjóna lýðræðinu en það vissulega til fólk sem að
vill ekki þessi réttindi og misnotar þau herfilega og lítur á alla baráttu fyrir réttindum minnihlutahópa á ýmsu minnihlutahópa sem í rauninni árás á þeirra skoðanir að mega traðka á þeirra réttindum og þau gera það á þennan hátt að segja til dæmis hvað ekki tjáningafrelsi má við ekki segja þetta og svona, jú en það hefur alveg afleiðingar og þetta hljómar svo skemmt svo kaldanslegt, þetta hljómar einmitt alltaf hjá þeim eins og þau séu að beita skerðingum á tjáningafrelsi á gagnrýnendur sína svo öfugsnúið svona ég færi fram mína skoðun og þú gagnrýnir hana og ég segi þú mátt ekki hafa þessa gagnrýni þú er ég ekki að takmarka tjáningafrelsi þitt á sama hátt og ég þú veist mögulega að gera það með því að segja þessi hópur má að henda þeim út á götuna og þú segir nei það má ekki þú mátt ekki gagnrýna mig, ég bara segja skoðun mína ég hafa tjáningafrelsi hérna eða ekki þetta er svo rosalega öfugsnúið að ég bara það er ekki svona viðsnúningur líka það er viðsnúningur, það verður að varpa ábyrðinni á gagnrýnenduna en það allir að endurheimta eða ekki endurheimta eða eitthvað nátt að breyta því grundvallaratriði að valdhafar svona stjórnvöld og þá líklega hugsanlega fleiri þá valdhafar sem hafa einhver völd svona í samfélaginu að þeir að við höfum óvart gefið þeim leyfi til þess að beita valdinu hvernig má þú veist ekki óvart ég meina einhver verður að sinna þessu hlutverki einhver verður að taka ákvörðun en við reynum að hafa stjórnarskrána og lög sem er rauninni ramma inn það hvernig á að taka ákvörðunir og það sé gert með þú veist, í réttum ferlum gert löglega já, við kannski hefum ekki gefið leyfi en þetta hefur, ég meina það er komið fordæmi fyrir því að gera það á einhvern nátt að gráu svæði er það ekki, þetta er svona og hvernig getur við, ertu með hugmyndum nú höfum við 5 mínútur eftir þessu spjalli bæði langaðum að spyrja hvort þú ætlar að halda áfram í pólitík á einhvern nátt og svo langaðum líka að spyrja hvort að þú sérð getur þú svona ímyndaðir, sérðu grilla í þessa leið sem að sem við þurfum að fara ég myndi ekki, ég sé það nefnilega ekki lausna á þessu eins og því miður það er kannski þegar uppi staðið eftir allt þetta drasl mitt í pólitík ég er ekki pólitíkus, ég býst ekkert við að halda neitt áfram í pólitík ég var bara að taka þátt í þessu einhvern veginn á mínum forsendum eftir því sem að mér sýndist vera best það sem að Píratar voru að berast fyrir var það sem að ég var sammála aðferðafræðin hvað það er á bakvið og ég rétti upp hendi einhvern tímann hefði getið sett með einhvers þar á lista og það var prófkjör og ég endaði bara ofalega ég er bara búin að vera það einhvern veginn síðan þá og fólk bara segir síðan það komin á þessu og þá er það bara þannig og það er kannski vandinn ég sé ekki hvernig er hægt að ná tökum á þessu á neitt góðan hátt því miður held ég að niðurstaðan verði að þetta springi allt upp í loft framan í okkur á einn eða annan hátt hvort sem það verður líklega alþjóðlega frekar heldur en náttúrulega hérna á Íslandi en þó verður svona jaðar áhrif hérna á Íslandi hvað það varðar og eftir það að þá verður fólk passa samara en það breytist ekkert bara þetta er spurning hversu passasum við erum á hversu vel við finnum fyrir því bara í svona sálinni hjá okkur þessi varúðar orð sem eru á gula miðanum á safni fasismans að þá sjáum við varúðar orðin sem eru þar skýrar og segjum frekar nei eða þorum síður að fara í þá gagnrýni stíga þessi skref í áttina að fasisma þannig að þetta sé sjálfliðréttandi þetta er ekkert sem við getum
þvingað því miður, eða sem betur fer. Þannig að þú finnur ekki svona, þótt þú skrifur og svo finnur ekki eitthvað tímann vaknar ekki á mótnan og hugsa bara, nú verði ég á eitthvað nátt að fyrst að ég hef nú séð svolítið hvernig þetta virkar, þá verði ég að fara þarna að reyna eitthvað áfram að... Jú, maður reynir áfram, þú veist, maður hefur skoðanir og svo framvegis hvað það var þar, maður segir bara sína skoðanir. En kannski þú býður eftir þetta springi og þá, jafnvel þegar á að fara að safna einhverju saman, þá kannski getur þú komið, þá ert þú búin að safna kröftum á einhverjum öðrum vettvangi. Nei. Kannski. Ég bara, eins og ég held áfram að hafa mína skoðanir og tek bara minn þátt á minn hátt og úrverður það sem verður. En það verður ekki hægt að, held ég, afstýra því að eitthvað sprengir áttu. Ég veit ekki hversu stór svo bóla verður. Þetta er samu hagkerfið. Það eru pólitískar bólur í gangi. Hvernig það springa framan í okkur. Þú veist, við erum að fara í gegnum pólitíska kreppu bráðum. Við erum pólitísku bólu eins og er. Þannig að ég veit ekki hvernig svona þingan eftir að sú bóla springur verður. Hún gæti orðið allt og stórt stríð. Hún gæti líka fjarað út á skynsamari hátt. Okay. Og við vitum ekki hvar þú ætlar að... Ég veit ekki hvað ég ætlar að gera. Þú veit ekki hvað þú ætlar að gera. Nei, þú ætlar allavega bara að vinna í jafnvel einhver allt öðru. Já. Líklega það sko, en þú veist, ég er ekki að fara í pólitíkina sko. Nei, því ekkert. Ég var eiginlega búin að gefast upp á henni hvort þið sko, út af mitt, ég meina, það sem getur breyst, eins og segið, þetta aðstöða breytast, umhverju breytist og svo framvegis, kannski ef að pólitíkin verður eitthvað aðeins heiðarlegri og tilbúin til þess að tala efnislegu hlutina, en ekki bara yfirborðs útlitslegu morfís hlutina, þá nennum maður kannski að taka þátt í það eftir. Þannig verður áhugavert ef þú hefur verið skipað dómari. Nei, ég er ekki alveg nægilega löglærður. Nei, þú er ekki löglærður, nei. En allavega, takk fyrir spjall og takk fyrir að koma að Rauðaborinn og taka stöðuna og horfa svona yfir sviðið eins og maður kallar til því eins og öldungarnir í Róm þegar þeir létu á störfum en hins vegar erum við ekki eins og við byrjuð að tala það svona ákveðin við ætlum að ræða ýmis svona málefni en við kannski gerum það kannski næst. Björn Leví Gunnarsson, fyrrverandi þingmaður Pírata, kæra þakki fyrir að koma til okkar og áhorfendum og hlustendum. Þakka ég fyrir að vera með okkur og biðja að íhuga þessi orð hvert við stefnum og þakka Pétri Fjellsteð fyrir að varpa samræðinni yfir til ykkar og ég heiti Oddný Eir og við höldum áfram að ræða málin við Rauðaborðið svo farið ekki langt, við fyrir bara skreppum í frímínútur. Takk. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1